Komið þið sæl. Nú ætlum við að fjalla tvíkosta dreifinguna og ég ætla að útskýra hvað það er bara með því að byrja á að taka eða svona hugsa mér einhverja tilraun en benda strax á, eins og nafnið gefur til kynna, að þetta hlýtur að hafa eitthvað með tvo kosti að gera. Tvíkosta dreifing. En við skulum hugsa okkur einhverja tilraun sem hefur aðeins tvær mögulegar útkomur eða að minnstakosti hægt að flokka útkomunar allar í tvo atburði. Annars vegar atburðin A og hins vegar atburðin ekki A. Ok, við útskýrum þetta nánar síðar. En til einföldunar er það gott að hugsa, það er bara tvær mögulegar útkomur. Til dæmis eins og ef við erum að kasta pening, þá sjáum við annað hvort framhlið eða baklið. Bara tvær mögulegar útkomur. Ok. Segjum að líkunar á útkomu A eða atburði A sé P, en þá eru líkunar á atburðinum ekki A 1 mínus P, er það ekki? Ef það eru 20% líkur á að eitthvað gerist, þá eru 80% líkur á að það gerist ekki. Og við ætlum að tákna það með Q. P þýðir þá að einhver atburður eigi sér stað, Q-ið þýðir að hann eigi sér ekki stað. Og Q-ið er 1 mínus P, þar sem P eru líkurnar á atburðunin gerist. Ok, ef að þessi tilraun, hún er endurtekin enn sinnum, þar sem við erum að gera sömu tilraunina aftur og aftur, til dæmis er ég að kasta pening aftur og aftur, 10 sinnum eða eitthvað, þá er ennið 10. Þá eru líkunar á því að atburðurinn A gerist K sinnum, ég get reiknað líkunar með þessari formúlu, ég get táknað það svona P af K, en það er NCK sinnum P í kátta sinnum Q í veldinu N mínus K. Ok, skoðum þessa formúlu nánar rétt strax. En ímyndið ykkur þá ef ég kasta peningi 10 sinnum, ég hef kannski áhuga á að vita hverja líkunar eru á að uppkomi skjaldamerki nákvæmlega 3, þá myndi K-ið vera 3, þess að einhver atburður gerist nákvæmlega 3, ennið væri 10, af því að ég kastaði peningnum 10 sinnum og ég gæti þá reiknaði á P af 3 er jafnt og 10 sé 3 sinnum hálfur í 3, af því að líkunar á að fá skjaldamerki eða fá framhlið eða hvað nú er hálfur. K-ið, það var tilfelli sem þetta átt að gerast, það væri þá 3 framhliðar. Sinnum Q-ið, sem er reynda líka hálfur þá ef ég er með pening, af því að líkunar á að fá ekki framhlið eða ekki skjaldamerki, það er líka hálfur. Og N mínus K, það væri þá 10 tilraunir mínus þessar 3 þar sem að framhliðin kemur. Ok, þetta skýrist betur rétt strax. En skoðum þessa formúlu aðeins nánar, eða ég ætla bara að hamra á því fyrir hvað þessi tákn standa. K-ið, eða við skulum byrja á að tala N-ið. Kíkjum á stóra P fyrst, bara förum yfir þetta frá vinstri til hægri. Stóra P af K, P-ið stendur bara fyrir líkur og K-ið, það er sá fjöldi tilfella sem við höfum áhuga á að skoða eða finna líkunar fyrir. Hverjar eru líkunar á að fá framhlið nákvæmlega 3, eða hverjar eru líkunar að fá 6 nákvæmlega 5 sinnum ef ég kasta teningi 10 sinnum og svo framvegis. Þannig að þetta sem er vinstra megin, P af K, það er líkunar á að einhver atburður eigi sér stað nákvæmlega K sinnum. N-ið, það stendur fyrir heildarfjölda endurtekninga. Séð þekkið, þetta er bara samantekt, þetta getur við reiknað á reiknivélinni eða við höfum séð formúlu fyrir samantektir eða fjölda samantekta. K-ið, það er sá fjöldi tilfelli sem við viljum að heppnist. P-ið stendur fyrir líkunar á því að atburðurinn eigi sér stað og að lokum Q-ið stendur fyrir
líkunar á að atburðurinn eigi sér ekki stað. Ok, kíkjum á dæmi og sjáum hvort að þetta skýrist ekki hérna, af því að þessi formúla tiltölulega einföld í notkun. En hugsum okkur gallaðan pening. Við viljum að kasta þessum gallaða peningi 5 sinnum og reiknum líkindin fyrir því að fá nákvæmlega 3 framhliðar ef að líkunar á framhlið í hverju kasti eru 60%. Ok, leysum þetta og látum táknmálið bara hreinlega hjálpa okkur. Það verið að framkvæma eitthvað 5 sinnum. Þetta er fjöldi ítrana eða fjöldi tilrauna sem gerðar eru. Og athugið það, lykilatriði í þessu öllu saman þó ég hef ekki nefnt það áður, að líkunar í hvert skipti verða að vera þær sömu. Það með ekki breytast á milli tilfella. Líkunar að fá framhlið eru 60% í hvert skipti sem ég kasta peningnum. Ok, en við framkvæmum eitthvað 5 sinnum, við höfum áhuga á að reikna líkunar á því að eitthvað gerist nákvæmlega 3, þannig að K-ið er 3, líkunar á að það gerist, segja að framhlið komi upp, eru 60% eða 0,6 og þá eru líkunar á því að það gerist ekki 0,4, af því að 1 mínus 0,6 er 0,4 eða 40%. Tvíkostadreifingin eða reglan sem við sáum þannig fyrst, ef við beitum henni þá er þetta bara P af 3, líkunar að þetta gerist 3, það er þá 5 sé 3 eða ákveðmarga vegu má velja 3 af 5 sinnum þá P sem er 0,6, það er í veldinu K sem var 3, sinnum Q sem er 0,4 og það er í veldinu N mínus 3, það er að segja 5 mínus 3 sem er þá 2. Þetta verður 216, 620, við bara pikkum þetta inn í reiknivél. Þetta er cirka 34, eða nákvæmlega, það var engin námyndin í þessu, 34,56%. Ok, ég ætla aðeins að bara útskýra þessa formúlu, hvaðan hún kemur, af hverju hún virkar. Þannig að þetta er ekki hluti af lausninni, en sjáuð það sem getur gerst. Við erum að finna líkunar á því að fá nákvæmlega 3 framhliðar. Ef ég kasta peningnum 5 sinnum, þá gæti ég fengið framhlið, svo baklið. Líkunar á því að það gerist, það er þá 0,6 að ég fái framhlið og svo aftur framhlið og aftur framhlið. Þannig að 0,6 er 0,6 er 0,6. Og svo baklið, eða 0,4 er 0,4. Þannig að þetta eru líkunar á því að nákvæmlega þetta tilfelli eigi sér stað. Ég fái fyrst 3 framhliðar, svo 2 bakliðar. En ég hefði getað fengið framhlið, svo baklið, svo aftur framhlið og síðan baklið. Þá hefði þetta verið 0,6 sinnum 0,6 sinnum 0,4 sinnum 0,6 sinnum 0,4. Þannig að þó ég breyti röðinni, því athugið það að þarna hægra megin, þá er ég með nákvæmlega sama margfeldið. 0,6 kemur 3 fyrir og 0,4 2 fyrir. Svona getum við haldið áfram. Framhlið, baklið. Framhlið, ok, sömu tölur hægra megin nema önnur röð. Þannig að spurningin er bara, á hve marga vegu get ég valið 3 sæti af 5 fyrir þessar framhliðar? Nú, það vitið þið að þið getið gert með því að reikna fjölda samantekta 3 staka af 5. Það segir ég er að velja 3 sæti af 5 mögulegum til að setja framhliðanar mínar á og þar alveg fara bakliðanar í hinn 2 sætin og ég get sem sagt gert þetta á 5C3 vegu. Þetta gefur 10. Og þarna hægra megin er ég allstaðar með 0,6 í þriðja sinni 0,4 í öðru. Þannig að líkunar á því að fá 3 framhliðar og 2 bakliðar hlýtur að vera 10 sinnum síðan þessi tala þarna hægra megin. Sjá það, 5, það er fjöldi tilfella, fjöldi tilrauna sem við gerum, K-ið er fjöldi tilfella eða fjöldi framhliða sem við viljum fá, P-ið eru líkunar á að fá framhlið og Q-ið eru líkunar á að fá ekki framhlið. Tökum eitt dæmi enn. Í krukku eru 8 bláar kúlur, 2 rauðar og 2 svartar.
5 sinnum kúla tekin úr krukkunni, litur hennar skráður og henni síðan skilað aftur. Athugið það, ef henni væri ekki skilað, þá væru líkurnar á því að draga til dæmis bláa kúlu alltaf að breytast. Fyrst þegar ég dreg kúlu, þá eru 8/12 líkurnar að ég fái bláa. Ef ég skilin ekki og dreg aðra kúlu, þá eru 7/11 að ég fái aftur bláa. Þá hafa líkurnar breyst. Þá má alls ekki nota tvíkostadreifinguna. Það má aðeins nota hana ef að líkurnar breytast ekki á milli tilrauna. Þannig verið að draga kúlu 5 sinnum og litur hennar skoðaður og við ætlum að reikna líkindi fyrir því á að fá nákvæmlega 4 bláar kúlur annars vegar og hins vegar ætlum við að reikna líkindin af því að fá 4 eða færri bláar kúlur. Byrjum á A-lið. Líkurnar á því að fá nákvæmlega 4 bláa kúlur. Þá er P-ið líkurnar að fá bláa kúlu, það er 8/12. 8 bláar af 12 mögulegum. Þetta gefur, þetta er 2/3. Líkurnar á að fá ekki bláa kúlu þá, það er 1/3. Eða það eru 4 kúlur af 12, það er 1/3. Fjöldi tilfella eða fjöldi tilrauna sem við gerum, það er að segja fjöldi skipta sem við ætlum að draga kúlu, það er 5 og við höfum áhuga að finna líkurnar á því að fá nákvæmlega 4, þannig að K-ið okkar er 4. A-liður, þá erum við að reikna líkurnar á því að fá 4, P af 4, það er þá N sé K, það er að segja 5 sé 4, sinnum P-ið, það var 2/3, það fyrir veldið K sem var 4, og svo sinnum Q-ið sem er 1/3 og það fyrir veldið 1, af því að 5 - 4 er 1. Þetta verður 80.243 eða tæp 33%. Það eru líkurnar á því að fá nákvæmlega 4 bláar kúlur þegar við tökum kúlu upp úr krukkunni 5 sinnum og skilum í hvert skipti. Í B-lið þá er spurt líkindin á því að fá 4 eða færri bláar kúlur. Í rauninni erum við þá að reikna líkurnar að fá enga bláa, eða 1, eða 3 eða 4. Þannig að þetta er verða 4 liðir sem allir eru pínu vinna. En athugið það að stundum er fljótlegra að reikna líkurnar á því sem ekki getur gerst og draga það frá heilum. Það er að segja að það eina sem má ekki gerast hérna er að ég fái 5 bláar kúlur. Þess vegna reikna ég frekar 1 mínus líkurnar að fá 5 bláar kúlur. Það hlýtur að verða sama og að fá 4 eða 3 eða 1 eða enga. Þetta er mikið fljótlegra. Þetta verður þá 1 mínus líkurnar að fá nákvæmlega 5 bláar kúlur, það er þá 5 sé 5 sinnum 2/3 í 5 sinnum 1/3 í 0. Þetta eru 211 á móti 243 eða tæp 87%. Látum þetta gott heita. Bara smá samantekt í lokin. Eða eina sem ég ætla að gera er að setja bara formúluna á töfluna. Tvíkostadreifingin, við notum hana til að reikna líkur á því að einhver ákveðin fjöldi tilfella einhvers atburðar gerist þegar við framkvæmum tilraun ítrekað. Líkurnar á því að atburðunum gerist K sinnum þegar við framkvæmum tilraunina N sinnum. Við táknum það með P af K, það er að segja stóra P af K-in í sviga og það er jafnt og fjöldi samantekta K-staka af N sinnum P í K sinnum Q í veldinu N mínus K. Og munið, N stendur fyrir fjöldi tilrauna sem við gerum, það er að segja fjöldi ítrana sömu tilraunar má líka hugsa. K-ið stendur fyrir þann fjölda sem við höfum áhuga að skoða líkindin fyrir.
P-ið stendur fyrir líkunar á því að atburðurinn eigi sér stað einu sinni, það er að segja hverju ítrön tilraunarinnar, og Q-ið þá líkunar á því að atburðurinn eigi sér ekki stað. Já, þetta var tvíkostadreifingin og þá er bara að gera að æfa sig, reikna nóg mörg dæmi til að fá tilfinningu fyrir þessu. Ef að manni tekst að lesa úr dæminu hvaða stærðir þetta eru, N, K, P og Q, þá ekki vera neitt vandamál að nota þessa reglu. Muniði bara að P-ið má ekki breytast á milli tilrauna. Til dæmis ef ég að draga kúlu úr krukku, þá verð ég að skilinni þannig að líkunar séu þær sömu í hvert skipti. En látum þetta gott heita. Takk í bili.